Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Í þessum þætti ætlum við að líta á þá kynslóð sem líklega skemmtilegasta kynslóðin af þeim öllum, yngri kynslóðin. Heimspeki var nú aldrei mitt uppáhaldsfag í skóla en á síðasta ári fór ég í áhugaverðasta heimspekitíma sem ég nokkuð tíma farið í og það var á leikskólanum Lundaseli hérna á Akureyri. Við skulum bara renna okkur í þetta. Geta börn lært heimspeki? Á leikskólanum Lundaseli á Akureyri eru heimspekitímar á námskránni. Í 1999 þá hófum við þróunarverkefni hérna, sem stóð í 2 ár. Þá vorum við að athuga hvort að leikskólabörn og íslenska barnabókmenntir ættu vel saman. Nota íslenska barnabækur þá sem samræðustökkpall. Og við fengum þá í lið með okkur Hrein Pálsson, heimspeking og fleiri góða. Þess að skoða það í 2 ár og gerðum heilmikla kennsluleiðbeiningar með fullt af íslensku barnabókmenntum sem allt má finna á heimasíðunni okkar. Og það upphafið. Það sem við erum að gera, við erum að reyna bara að búa til smá svona umræðu samfélag. Við erum að reyna að virkja nemendur í umræðum bara lífið og tilveruna og með því í heimspekistundunum þá erum við að notast við bara svona umræðu stökkpalla. Við erum að kveikja einhvern áhuga, kveikja samræður, umræður, æfa okkur að skiptast á skoðunum og rökstyðja hvað við erum að segja, hvað meinum við, hlusta á hina, vera sammála og vera ósammála. Og því að það er alveg erfitt að vera sammála og ósammála. Við erum aðeins að átta okkur á samtalinu. Þetta er skemmtilegt. Þetta er svona heimspekileikur. Þetta er fjölbreytt. Það kemur inn á svo margt, þú getur blandað þessu saman og svo margt. Það er hægt að vera að leira og spjalla og mála og spá og það er hægt að fara niður á listasafn og skoða þar fallega myndir og velta fyrir sér hver ákveður þessi mynd er falleg. Ef að ræða það, gildin á bakvið, þetta er svo fjölbreytt. Sko, náttúrulega eins og heimspeki er kennd í framhaldsskóla og í háskólum, þá er verið að kenna meira heimspeki. Það sem við erum að gera er að við erum að stunda heimspekina. Við erum ekki að kenna einhverja kenningar, heldur erum við bara að tala saman. Þannig að bæði kennarar og börn geta fundið sína leið í heimspekisamræðinni. Ok, ef við tökum eitthvað dæmi, geturðu sýnt mér eitthvað? Já, hérna erum við með eitt dæmi sem við byrjuðum að taka örugglega bara í fyrsta heimspekitímanum sem ég tók hér. Þetta er dæmi sem ég kynntist í háskólanum í heimspekinámi og hugsaði með mér að það væri mjög skemmtilegt að vinna þetta með krökkunum. Já. En hérna erum við með legokubba. Og með þessa legokubba eru þeir eitthvað núna. Er þessi hrúga legokubbum, hvað er þetta? Og ef ég tek þessa hrúgu og bý til úr henni flugvél, var þá flugvélin í hrúgunni. Og þá erum við komið með fyrstu samræðukveikina sem er þá hvað var annað í hrúgunni. Ef þið getur búið til eitthvað annað og svo framvegis. En það sem ég geri við þessa flugvél, ég læt hana síðan ganga stofuna, læt börnin gefa henni nafn, skoða hana vandlega, en síðan þegar hún er búin að fara hringinn þá brotna vængirnir af. Og það sem við gerum, að við skiptum vænginn. Og maður spyr, er þetta sama flugvélin? Ég er að meina venjulegir hlutir ef við skiptum tölu í jakkanum okkar. Þetta er náttúrulega sami jakkin og ég var í áðan. Já. Ef það myndi halda það. Já. En síðan gengur hún annar hring. Og þá brotnar næsti hlutur. Og næsti. Það er alltaf sama spurningin, er þetta sama flugvélin? Og síðan endar á því að við skiptum alla hluti skipsins. Neða flugvélarinnar. Þá er spurningin, er þetta sama flugvél og við byrjuðum með í upphafi? Það er búið að skipta alla efnislegu hluta flugvélarinnar. Er þetta flugvélin sem gekk hringinn í byrjun? Eða er þetta ný flugvél? Og þetta er spurning sem mjög erfitt að svara. Það mjög erfitt að svara þessu. Það svona sumir einstaklingar sem þurfa aðeins að hugsa aðeins betur og hitta mann svo jafnvel þá í útiverinu bara
bank Helga, ég var að velta fyrir mér hérna með flugvélina. Eins get ég sagt montin frá því að maður sér svona aðeins kannski í samskiptum líka, sem fallegt. Hérna úti í sandkassa, 2 voru að moka og mér verður eitthvað orði, þetta flott hús hjá okkur og annar segir, þetta ekki hús, þetta fjall. Og ég segi, nú, það fyrirgefðu, þetta flott fjall. Og þá segir hinn, þetta hús og svo byrja þeir svolítið svona þræta hvort þessi hús eða fjall. Og þá segir annar, skiptir ekki máli okkur, þarf ekki að finnast eins. Og sen hef ég líka heyrt frá foreldrum að þeir sjáu mun að finni eins og bara við lestur á bókum að þeir séu að kafa dýpra og að spyrja frekar bara af hverju þetta svona. Og það einmitt svona spurningarnar sem við erum mjög mikið að vinna með, af hverju, hvers vegna, getur þú sagt meira og svo framvegis. Og þá var síðan aftur spurningin, hvenær breyttist flugvélin? Var það við fyrsta kaupin? Var það við annan kaupin? Var það önnur flugvél? Við skiptum stélið, vænginn, búkinn. En síðan þá spurning ef þau segja að þetta sé sama flugvélin og gekk í byrjun. Tökum við nákvæmlega sömu efnisbúta, voru í upphaflegu flugvélinni. Setja þá saman og byggir alveg eins flugvél og var í upphafi. Og þá var spurning, hvor flugvélin sem að gekk hringi í byrjun tímans? Ég hef ekkert svar. Skemmtilegt að velta þessu fyrir sér. Akkurat. Í Grundaskóla á Akranesi alltaf settur mikill metnaður í alla leiksýningar. Þar ætlum við að kíkja á frumsaminn söngleik í bíóinu. Kennarar, já og aðstandendur nemenda í efstu bekkjum Grundaskóla á Akranesi víla ekki fyrir sér að henda upp eins og einum frumsömdum söngleik. Þetta hafa þau gert oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Við litum við á æfingu í bíóhöllinni. Þið eruð mennirnir að baka við þessa sýningu, frumsamin sýning í grunnskóla. Er það ekki dálítið sérstakt? Jú, ég held að það sé mjög sérstakt. Ég held að það sé bara hvergi annars staðar gerst, satt að segja. Er þetta ekki bara auka vesen? Akkur er ekki fullt af leikritum sem búið að semja og auðveldar í uppsetningu? Jú, það gæti náttúrulega einfalda ýmislegt. En það líka kostir við það. Við getum ráðið fjölda hlutverka og svoleiðis. Er þetta að sníða þetta að skólanum alveg? Akkurat, það er kostur. Sníða þetta að krökkunum og ég vil þróa það með þeim eftir hvernig þau eru að virka í þessu. Þannig að það er kostur líka. Ferlið þegar byrjar, nú setjumstu niður, það er hérna leikrit, við ætlum að semja leikrit. Hvernig gerist það? Já, nú kannski þetta nú svolítið flókið eitthvað stundum sko. Við erum reyndar eins og í þessu tilfelli þá bara langaði okkur að semja eitthvað sem myndi mikið utan í 80s tímabilið og svo bara vorum við að spinna sögu út frá því. Sem var þessi saga sem við erum að bjóða upp á núna. Já. Svo byrjum við með eitthvað og svo þróast það í eitthvað alltaf rátt kannski og eins og það gerði sko. Það er þessi sögu þráðunum. Núna ákveðum við tímabilið fyrst hvað við ætlum að vera í tónlist til dæmis. Já, staðsett í tónlistinni. Já. Hvað og gerist þetta bara yfir kaffibolla og svo bara með autt blað og svoleiðis? Það er allur gangur á því sko. Líka í botninum sko. Það er líka í botninum sko. Á rúndinum. Rúndinum oft komið góða hugmyndir sko. Það er þetta alveg rétt. Er ekki margir sem semja lögin sín á keyrslu? Jú, örugglega sko, en við höfum samið þessi lög flest sjálfur. Nei, saman meina ég. Saman bara settust niður í stúdíónu heima eða niður í skóla. Og bara mörðum þetta út einhvern veginn. Eru þetta smellir sem koma til með að lifa? Það held ég. Vonandi. Já, ekki spurning. Voruð þið að djamma á þessu tímabili? Já. Þú Flósi? Við erum aðeins yngri. Já, sko, ég var sem sagt að spila í hljónsveit og þeir voru að skemmta sér. Já, svona byrja. Þannig að þeir hafa stundum kennt mér ýmislegt sem við förum ekki nánar út í ég. Hann var stundum með dólg við okkur sko. Á böllum þegar hann var að spila? Já, hann var að spila sko. Við vildum svona kannski fá að taka lagið hlið og svona. Gunnið eitthvað sko. Það var okkur svona. En það er gott að þið séu orðnir vinnir núna? Já, svoleiðis. Hvernig er ferlið frá því sem byrjið? Kynnið þetta fyrir krökkunum og svona? Það taka allir þátt, eða ekki?
allir sem að vilja vera með, en það eru svona, hvað ég var að segja, 100 krakkar sem eru með í svo einni annan hátt. Þannig en við draugum engan nauðugan viljan inn í verkefni, en það eru, já, þetta er rúmlega helmingurinn af unglingadeildinni sem er með. Leikritið Smellur, hvað fjallar það? Það fjallar lítinn bæ sem er bara einhvers staðar, skiptir ekki máli. Og gerist á 1980 svona cirka bát, svona 80s tímabili. Og þetta er bara svona þegar kalda stríðið er svona hæstu málum. Og svo er verið að halda sönglakeppni og Ósvíður sem að reyna að koma í veg fyrir að hún sé haldin. Af því hann er alltaf mikið á móti svona hlutum. Já, ég er svona stjórna eiginlega bænum svona þangað til að fjölskyldan hennar kemur og ætlar að eyðileggja allt fyrir mér. Skólastjórinn hendir í sönglakeppni sem presturinn er mótfallinn. Já. Hvað er það sem svona leikrit gerir fyrir ykkur? Maður kynnist mjög mikið af krökkum og þetta er ógeðslega skemmtilegt. Já, bara saman sko. Bara mjög gaman. Og bara að ljósið skína. Já. Hafið þið tekið áður þátt í leikriti? Já, það er í skólanum alltaf, hverju ári. Tekið eitthvað leikrit sem við leikum. Það er svona minna, skilur. Þetta er svona þriðja hvert ár. Svona stort leikrit. Hvað er það sem svona leikrit gefur skólanum? Bara óendanlegt. Þetta er ótrúlegu lærdómur fyrir hvernig nemandi sem getur tekið þátt í þessu og þvílík lífsreynsla. Þau eru að kynnast þarna krökkum jafnvel sem þekkti ekki áður og þetta bara gefur okkur líka ofboðslega skemmtilega fílinga að fá að kynnast þeim á annan hátt og þau að kynnast okkur á annan hátt og þetta er bara rosalega mikilvægt að við teljum, annars væri við ekki að standa í þessu. Ég myndi segja að þetta væri það sem skóli ætti að ganga út á. Það er svona stór verkefni sem að stefna að einhverju. Ég myndi segja að þetta sé stærsta lífsleikni verkefni sem þau hafa tekist á fram að þessu. Þau eru að taka tillit til hvers annars og svo framvegis og læra bara fullt af hluti sem ekki er hægt að kenna með bók. Það þarf margar hendur til að koma að svona leikverki. Það eru skólastjórnendur og starfsmenn og nemendurnir sjálfur, eru fleiri sem koma? Já, foreldrar koma mjög sterkt með okkur inn í þetta, foreldrakrakkarna sem eru í þessu. Sem og ömmur og afar sem hafa laumast inn í verkefnum með okkur. Það er gamandi venju eiginlega má segja, þess að þau hafa átt börn sjálfís og nú eru þau að vera afar og ömmur. Já, og svo er líka ömmurnar oft duglegri að sauma heldur en mömmurnar. Já. Hvernig stendur á því? Fullt af ömmum sem hafa hjálpað til við að sauma búningana. Þetta er ekki fyrsta skiptið sem við setjum upp svona leikverk. Hvernig er sagan búin að vera? Við erum áður 2003 á Frelsi, já. Og við erum búin að þetta er 7. söngleikurinn. Eru þeir frumsamdir allir eða er misjátt milli ára? Allir frumsamdir. Þannig við eigum tónlist úr 7 frumsömdu söngleikjum sem allir voru gefnir út á geisladiski en núna er það bara eiginlega búinn saga að gefa út geisladisk en þetta fer bara inn á Spotify núna. En við tökum upp tónlistina og söngin og allt og gerum þetta alveg klárt til útgáfu líka. Verst hvað erum á rosalega góðu róli með hana þátt en við þurfum að taka smá hlé og kíkja yfir í auglýsingar. Hoppum í þær!